Já, við ætlum næst að huga að víkingum, íslenskum víkingum. Enn fólk að gera rannsóknir á víkingum. Halldór Laxness skrifaði bækur sem gerðu svolítið grín að upphafningu ofbeldis og þessum hugmyndum sem að samtíma Íslendingar hafa haft víkinga fyrri alda. En aðrir telja að allt það besta í mannskepnunni hafi birst á víkingatímabilinu og við höfum fengið fræði manneskju lektor í Háskóla Íslands við Háskóla Íslands sem nýbúin að gefa út bók, má segja, þetta efni. Við höfum fengið hana hér að rauða borðinu til þess að ræða víkinga við okkur næstu mínútur. Vertu velkomin Guðrún Dröfn Whitehead, lektor í safnafræði við Háskóla Íslands. Það passar, takk fyrir að hafa mig. Mér skilst að þú hafir skoðað víkinga núna í 10-15 ári jafnvel? Já. Ég byrjaði í doktorsnámi í safnafræði 2009 í Leicester og þá fór ég að skoða þessa víkinga og það var eiginlega óvart. Óvart? Já, það var ekki það efni sem ég lagði upp með. Nei. Ég ætlaði að rannsaka byggðasöfn á Íslandi. Nú? Og svo þegar ég fór að skrifa söfn og þjóðernishyggju, þá skrifaði ég eina stutta málsgrein víkingaarfleifðina á Íslandi. Já. Og mínum prófessor fannst þetta svo spennandi að hún bað mig meira og það endaði sem rannsóknarefnið. Hvað ertu að segja? Já, þannig að þetta var eitthvað sem við höfum báðar meira áhuga á greinilega heldur en byggðasöfnin. Þó að það sé líka spennandi rannsóknarefni, svo að það sé sagt. Nú sko dettur mér í huga að karlar hafi meira svona eigna sér rannsóknir víkingar, það er rétt hjá mér? Eða framan af allavega? Já, það var svolítið gaman. Ég tók þátt í pallborðsumræðum núna fyrir sumar sem var samstarfsverkefni Húrstvik og Þjóðminjasafns Íslands. Og þar var ég eina konan. Var það? Já, þetta voru allt karlmenn á pallborðsumræðunum og svo ég í hafninu. En ég er í góðum hópi. Þetta eru frábæri fræðimenn. Og það er gaman að vera konan í þessu og pöngast svolítið í fólki. Er það ekki? Jú, það er bara fjör. Já. Og við hljótum að fara að auka svolítið á. Já. Ef þú byrjar áður en þú segir okkur frá svona því sem að þú komst að og því sem að þín bók fjallar ef við byrjum svona á okkar söguskilningi víkinga. Já. Er það ekki rétt eins og ég var kannski aðeins að imbra á í inngangnum að við vitum ekki alveg hvað okkur á að finnast víkinga? Jú, sérstaklega á Íslandi. Já. Ef þú spyrir Íslendinga, voru Íslendingar víkingar, þá er þetta ennþá mjög umdeild spurning. Já. Það eru margir sem segja nei, við vorum ekki víkingar. Þjóðminjasafnið er á meðal þeirra sem að segja mjög skýrt í sinni grunnsýningu. Víkingar voru ekki á Íslandi, þetta voru bændur og sjómenn. Það er þannig? Það er þannig. Já. Það er bara svart og hvíti hjá þeim. Já. Það er mjög skýr afstaða. Okay. En þó hafa þau verið að breyta svona aðeins stefnu eins og í markaðsmálum. Já. Því að nú sér maður til dæmis auglýsingan á menninganótt og það er svona vígalegur víkingur með hjálm. Já. Og þau hafa auglýst víkingabúninga á öskudag fyrir börnin. Já. Þannig að það er svona kannski aðeins byrjað að gerast eitthvað og það er að mínu mati, það er eitthvað sem að gerðist eftir hrun. Já. Það var svona breytingatímabilið. Fellstu á það að Ísland hafi verið numið 874? Já, ég get samþykkt það. Og það er þessi þjóðveldistími. Já. Hvað til 1200? Hvað er þetta langt? Sko, þetta er í raun og veru þannig að Ísland er numið, hér sest fólk að og reynir bara að lifa af á þessu landi. Já. Og þetta er erfitt land að lifa á og hér er fólk bara að reyna, já eins og ég segi, lifa af. Já. Ferðast til annarra landa og skoða sig og við erum hluti af þessari samnorrænu menningu. Já. Og þetta hefur náttúrulega haft gífurleg áhrif á okkur sem þjóð. Já. Það sem að ég hef kannski, af því ég er ekki sagnfræðingur, þá er ég ekki að skoða víkingatímabilið í sjálfu sér. Nei. Ég er meira að skoða hvaða sögur við segjum okkur í dag þetta tímabil og af hverju. Já. Hvaða áhrif hefur það haft á okkur að búa á þessu skeri
og horfa aftur og sjá hvernig við höfum þróast sem þjóð og hvernig við erum alltaf aftur og aftur þegar einhvað gerist hér, þá förum við alltaf aftur í þennan uppruna til þess að reyna að skilja samtíman. En nú væri hægt að skoða það án þess að orðið víkingur kemur fyrir eða hvað? Algjörlega, en þú verður að fylgja þeim orðaforða sem almenningur notar. Já. Af því að sem fræðimaður þá getur sleppt því að nota orðið víkingur og sagt landnámsmenn. Já. En það samt orð sem að hefur gífurlegan mátt í samfélaginu. Já. Þetta samt orð sem að vekur upp mjög skýra mynd af norrænum þjóðum. Þannig að það kannski ekki hægt að annað, þú veist, það tekur ekki af krafti orðsins þó að ég noti orðið landnámsmaður. Þannig heldur sko að jafnvel ómeðvitað mitt identitet sé að einhverju leyti bundi þessu hugtaki, þessu orði? Ég held að það sé orðið þannig í dag. Ég held að það sé mismunandi fyrir svona ólíkar kynslóðir Íslendinga. Ég held að fyrir þá sem að voru ungir í hruninu og eru að vaxa úr grasi með þetta hugtak víkingur mun skýrara í okkar daglega umhverfi, það hefur gífurlega áhrif á það. Þá fara þessi orð að blandast svolítið saman. Þegar þú fer niður í bæ, þá sérðu víkingabúðir, þú sérð horn á hjálmum, þú sérð orðið út allt í markasetningu og auglýsingum landið og fyrir landið. Við erum með þetta mun skýrar í kringum okkur. Við sjáum þetta þegar við förum á fótboltaleiki, þá setjum við á okkur hornin. Þannig að það augljóst að við erum aðeins meira að byrja að nota þetta í dag. Þannig að ég hugsa að nýrri kynslóðir tengi sig mögulega meira við þetta orð heldur en kannski eldri kynslóðir sem að uxu úr grasi án þess að það væri notað. Og gera það kynróðalaust. Já. En sko voru það, og nú ætlum ég bara að spyrja svo barn í skólastofunni, eða leikskólabarn, að sko voru það víkingar sem fundu Ísland? Það voru norrænir menn sem að fundu Ísland. Það bara fer eftir hvernig þú spyrð, hvort þetta hafi verið víkingar eða ekki. Það nefnilega það. Það bara þannig. Og hvað gerir svo eftir að landnám hefst á Íslandi? Sko, fyndna sagan svo að það voru einhverjir normenn sem að sigldu til Íslands og föttuðu á miðri leið að þeir voru kvenmannslausir, komu við á Írlandi. Já. Og náðu sér í rauðharðar stelpur og ljósar held ég eitthvað. Já. Og sjóveiku víkingarnir stoppuðu í Færeyjum. Já, og svo var siglt áfram. Já. En þetta náttúrulega sko saga sem að bæði hægt að hlæja og svo hún líka náttúrulega hryllileg sko, eins og svo margt í fortíðinni. Já. En eftir að sem sagt hópur fólks hefur ákveðið búsetu á Íslandi og byrjaðar að byggja landið, fara þá Íslendingar í víking sannarlega, drepa fólk, koma með gersemar til landsins, veit þetta einhver fyrir víst eða? Það margir sem hafa skoðanir, en hvað getum við sagt? Ég meina það fer eftir hvað heimildir þú ert að skoða. Það fer eftir hvernig þú lítur á það. Það fer eftir hversu mikið, hvernig þú ert að lesa Íslendingasögurnar og greina þær og þessar heimildir sem við höfum miðaldir. Svo fornleifafræðin sem að segir eitthvað allt annað. Og það fer bara eftir því hvernig þú tala við. Skoðanirnar eru mjög ólíkar. Og ég hefur raun og veru ekki tekið skýra afstöðu með eða gegn því ég veit ekki hvort að það myndi þjóna tilgangi í þeim rannsóknum sem að ég að vinna. Og þá skulum við koma okkur loksins að því. Já. Hvað var það sem að þú komst að? Já, þetta svolítið skemmtilegt. Ég fór inn með svona opinn hug og vissi raun og veru ekkert hvað myndi koma út úr þessu. Fyrstu viðtölin sem ég tók í doktorsnámi var 2010 og 11 á Víkingaheimi með Reykjanesbæ. Já. Og það sem ég komst mjög hratt af var að þegar ég spyr fólk hvernig það túlkar sýninguna eða hvaða myndir verið að gefa af víkingum, þá stökkið frá fortíð yfir í samtíð gífurlega stutt. Já. Leið og þú talar víkingana, þá fyrir fólk að tala hvernig þeir voru og hvernig það endurspeglar fólk í dag. Það? Og mjög hratt. Samanber svolítið bull orðræðuna Ólafs Ragnars Grímssonar, útrósar forseta. Til dæmis. Já, einmitt. Það var talað hans ræðu. Það var talað hans ræðu. Þetta var 2010 og 11. Fólk var ennþá að reyna að vinna úr þessu tráma sem að hrunið var. Já. Og umræðan útrásarvíkinga, hún kom upp mjög hratt. Já.
gífurlega hratt. Já. Og þá var talað þetta sem bara bófa og ræningja. Já. Og þeir hafi farið hér landið og hafi eyðilagt landið og það hafi ekkert verið öðruvísi á víkingatímabilinu. Og þetta séu bara þessi nútíma víkingar sem fóru ránshendi landið. Já. Og svo stuttu seinna þá var hann sagt, já, svona höfum við alltaf verið. Já. Og þá það kannski orðin svona ákveðin ástæða, ekki satt. Það var hægt að segja, kannski það í okkar eðli að ganga á langt eða brjóta einhverja reglur eða hvað það nú og það einhvern veginn bara í okkar eðli og við getum ekkert gert að því. Nei, þetta bara í þjóðarsálinni. Kom með réttlætingu, útskýringu á ýmsum ósiðum, jafnvel. Já, þetta svolítið ríkt í okkur að reyna að skilja okkar sjálfsmynd sem þjóð á jákvæðan hátt og vilja okkar til þess að túlka fortíðina á jákvæðan hátt og finna okkur ástæður fyrir okkar hegðun. Hún gífurlega rík í okkur. Við erum alltaf að reyna að finna þessar tengingar og ástæður. Og hefur kannski eitthvað að gera með einangraða stöðu okkar í heiminum að segja. Já. Og líka, það náttúrulega svolítið ríkt í okkur þessi klassíska, rómantíska þjóðernishyggja. Það ekkert svo langt að, maður þurfum ekki að fara langt til þess að finna hana. Nei. Og þegar eitthvað bjátar á þá það sem við förum að tölum Já. Og það kemur frá henni opinbera líka. Já. Við munum veðra storminn. Við höfum alltaf veðrað storminn. Þetta rosalega rómantísk ímynd. Og bara kvæðið hans var það Hannes Hafstein eða var það Einar Ben ég elskaði stormur? Einmitt. Þetta gífurlega rómantískt. Mjög, já. Og við skiljum strax hvað verið að vísa í. Já. Það verið að vísa í bæði eitthvað sem í þjóðinni og okkar skapgerð sem að mótast kannski af landinu og veðrinu og þú veist. Já. En líka það verið að vísa í söguna og hvað við höfum átt þola á þessu skeri og við munum alltaf veðra þann storm. Þannig að sko bæði þarftu kannski að upphefja lítið líf þitt með einhverjum hugmyndum eða hvað? Já, mögulega. Já. En þetta ekki bara á Íslandi náttúrulega. Nei. Þetta það sem þessi rómantíska þjóðernishyggja gerir, ekki satt. Og hún býr til þessar stórkostluðu stóru myndir af okkur sem þjóð, hver sem svo sem þjóðin og það mótar okkur svo kynslóð fram að kynslóð. Þannig að þetta það sem að þjóðir gera til þess að svona geta sko staðið sem heild. Við erum bara alltaf að reyna að finna einhverja samnefnara. En semst þú byrjar þessa viðtalsvinnu þarna fyrir hvað, 14-15 ára? Já. Og hvað gerir svo? Já, þetta svona þróast. Ég tek sem sagt viðtöl á víkingaheimum og í Yorkshire Museum í York og í Bretlandi þá eru víkingarnir ekki upprunnin heldur hluti af svona stærri keðju ólíkra hópa sem að þau hafa farið og sótt sér og svo framvegis og þar talað þetta sem hluta af einhverju keðju sem að megi vera stoltur af. Já. Og svo líki doktorsnáminu og fæ nýdoktorstyrk til þess að halda þessari rannsókn áfram. Og ég geri það bara meðfram mínum störfum sem kennari við Háskóla Íslands. Og þá fer ég að stækka rannsóknina og í bókinni þá ég að taka fyrir þessa stóri rannsókn. Og þá það Bretlandseyjar, þá tek ég fyrir eyjuna Mön og Yorkshire. Og ég fer til Noregs, bæði Oslo og Lofoten. Og á Íslandi bæti ég við þjóðminjasafninu líka. Okay. Þannig að þetta ansi mikið af söfnum, ansi mikið af stöðum og þá ég að taka viðtöl við starfsmenn safna. Því þá fer ég að hugsa það ekki nóg að skilja hvernig þessi víkingar eru túlkaðir af safngestinum. Ég vil skilja hvernig hún verður til inni á safninu. Já. Og það gert með lýsingu, með textum, með fræðslu. Miðlun, ýmsana, það allt þetta sem skapar ákveðið rými sem að leyfir fólki að túlka söguna út frá sínum samtíma og samtíma málefnum. Og þannig að ég að reyna að skilja þessa stóru vitt inn í þessum safnaheimi, hvað gerist. Og komstu strax auga á að það væri mikill áferðarmunur á milli þessara landa, þriggja sem þú nefnir hérna, Bretlandseyjar, Ísland, Noregur? Það sem kannski merkilegt við þetta hvað þetta líkt. Já. Og hversu lítil áhrif það hefur hvort að víkingarnir komu inn sem árásarher eða komu að landi sem mögulega var autt. En það áhugavert. Það rosalega áhugavert.
Hvað skýrir það, heldur? Já, grunnmyndin hinn sama og ég tólkaði þetta út frá svona sjálfsmyndarhugleiðingum og þjóðernishyggju og ég held að þetta sé svolítið í þjóðarsálinni bæði úti og hér að reyna að finna þessa jákvæðu hliðar og sinni sjálfsmynd. Já, þannig að nationalismi og hugmyndir vikingana, það fari svolítið hönd í hönd. Já, það svolítið gjarnt í okkur og víkingarnir eru svo örugg mynd til þess að hengja okkar sjálfsmynd á. Af því að það svo langt síðan þetta gerðist að okkar svona tilfinningulegu tengsl við þessa sögu, hún búin að fjarlægast. Þannig að jafnvel þó við vitum að víkingarnir hafa verið innrásarher og þeir brenndu og þeir rændu fólki, voru með þrælahald og nauðguðu, myrtu fólk, brenndu það inni og við sjáum allt þetta en það svo langt síðan það gerðist. Þetta ekki lengur í lifandi minni. Nei. Og þá verður þetta, þá breytist þetta svolítið. Já. Svo komum við með dægumenninguna inn í þetta og hún rosalega sterk og hún gerir þetta nánast óraunverulegt. Og þá myndast einhver svona veruleiki þar sem þú getur hort á þá og tekið út jákvæðar hliðar og endur skilgreintar sem hluti af einhverju þjóðamynd. Þetta gífulega merkilegt. En neikvæðar hliðirnar náttúrulega sterkar líka svo að það sé tekið fram. Já. Víkingarnir eru tengdir við mjög neikvæða öfgastefnur líka. Sko manni dettur í hug áræði, frelsi. Já. Hugur ekki náttúrulega tengt áræði en samt kannski ekki alveg sama hugtakið. Algjörlega. Já, þetta óttaleysi. Og sterk fjölskyldutengsl. Já, einmitt. Virðing. Já, heiður. Sæmd. Já. Passa upp á sína. Já. Vera óhræddur. Og já. Og hérna allt eða ekkert. Allt eða ekkert, innmitt. Og að þora að brjóta lög. Já. Þora að ganga langt. Þar erum við með eitthvað hér á Íslandi, það ekki? Já, algjörlega. Við elskum að fara fram hjá kerfinu. Það bara eitthvað sem í okkur, að við græðum eitthvað á einhverju slíku, komast upp með eitthvað slíkt, þá það gífulega spennandi. Sko, það sér íslenskt? Ég veit það ekki, en það allavega í okkur. Sko það liggur við að stundum þá þegar ég keyri frá Reykjavík til Mývatnssveitar, sem ég ger oft. Já. Það liggur við að stundum velji ég frekar að fara á nóttunni, af því þá get ég spælt lögguna. Einmitt. Að hún sé ekki radarmæla. Já. Og ég get ekki hraðar. Það nákvæmlega það. Og það þessi mörg okkar tengjum einhvern veginn við einhverja fyrirlitningu á lögum og reglum. Við förum hægt fram hjá myndavélunum og svo brunum við áfram. Og við erum ægilega svegt þegar það eru ómerktir bílar með myndavélum. Einmitt. Og þetta ekki endilega hegðun sem þú sérð í mörgum Evrópuríkjum í kringum okkur. Nei, þetta eitthvað í okkur. Okkur finnst þetta ægilega spennandi. Þetta víkingurinn í okkur? Mögulega. Við þurfum að skoða hinn Norðurlöndin. Eru þau líka svona? Ég veit það ekki. Nei. Þetta svolítið skemmtilegt samt, ekki satt? Jú. Ég hef gaman af okkur að þessu. Ég hef gaman af því að sjá hvernig við getum nýtt okkar sögu og menningu og náttúru og list til þess að segja eitthvað okkur sjálf sem þjóð eða einstaklinga. Og við getum tólkað það á þannan hátt og söfnin frábært rými til þess að eiga í þessu samtali. Já. Það ofboðslega skemmtilegt að við erum öll að leita á okkur sjálfum inn á safni. En ekkert rifist þetta innan svona safnan? Ekki átökum af því maður skildi ætla sko að víkingurinn væri mjög umdeild stærð af því að eins og við erum að ræða núna þú getur haft á hugmyndi að þetta sé nauðgari, viðurstyggilegur ofbeldismaður sem að valtar yfir allt og alla og hlýtir bara sínum eigin ofbeldisfulla vilja, eða það sem við vorum að ræða áðan sem svona það jákvæða í hugmyndinni víkingana. Er þetta ekki svolítið viðkvæmt? Þetta gífulega viðkvæmt. Umræðuefni og umfjöllunarefni og rannsóknarefni. Sannarlega, þetta gífulega viðkvæmt. Ertu að leggja þið undir? Já, þetta viðkvæmt af því að við erum með sterkar skoðunir á því. Já. Þetta viðkvæmt af því að innan svona safna þessi hugmyndum ef þú kallar þetta víking þá ertu að selja það út á túrismann. Já. Þú ert ekki að endurspegla raunverulega sögu eins og hún átti sér stað. Nei. Fornleifarnar styðja ekki að þetta hafa átt sér stað við þessum hætti.
Það verður svolítið að ljúga í ferðamennina með já, það hugmyndin. En mér finnst þetta að vera svolítið einföldun á þessu máli. Af því að það eitt að skoða hvað átti sér stað líklega einungis út frá fornleifunum og svo annað og það þessar sögur sem að við segjum fortíðina. Og þær eru engu síður mikilvægar. Ef þú ferð á safn eins og sögusafnið sem að selja svo út á víkinga til ferðaþjónustunnar, þá eru þau samt að endurspegla sögur og alla sögurnar sem eru þarna inni eru sögur sem að við höfum sagt okkur sjálfum sem mikilvægar. En leið og þú stillir þeim upp fyrir ferðaþjónustuna, þá er þetta orðið kannski, þá erum við einhvern veginn að koma upp eitthvað leyndarmál. Þá erum við að segjast ferðamönnunum lygasögu af því að þetta saga en ekki sagnfræði. Þetta ekki fornlega fræðilegu sannleikur, þetta sannleikur þessar menningararfs og þessar sögumenningararfs sem bara bókmyndirnar okkar og svo framvegis. En þær eru engu að síður mikilvægar, ekki sett. Þegar við lesum öll Íslendingasögurnar í skóla, við vitum öll að það mikilvægt. Við höfum alls sagt okkur þessa sögu Ísland, fyrst vorum við sjálfstæð, gullöld, svo tóku Danir við, þá vorum við fátæk og óhamingjusöm, svo eignuðumst við frelsi og þá urðum við nútíma þjóð. Þetta sagan sem við þekkjum. Af hverju hún slæm fyrir ferðaþjónustuna en ekki fyrir okkur? Ég spyr mig stundum að því og ég reyni svolítið að skoða það í bókinni. Og mín niðurstaða í raun og veru sú að það hægt að setja upp þessa víkingasögu á ólíkan hátt, hvoru tveggja hefur rétt á sér. Þú getur gert það eins og Þjóðminjasafnið gerir með mjög mikilvægar fornlega fræðilega staðreyndir sem ekki á að líta framhjá en kannski sagnfræði án sagna hvernig, ef hún tengist okkur ekki neitt, ef hún hefur engin áhrif á okkur, hún þá ekki svolítið, vantar þá ekki eitthvað? Og það það sem þessi söfn sem að byggja líka á sögum, það það sem að þau bæta við. Þau bæta við sögunum í sagnfræðina. Einmitt. En ekki af því að við áttum svo langt vont skeið og harðindin, bara barnadauðinn, kuldinn, vosbúðin, ófrelsið. Íslandssagan ógeðsleg á löngum köflum. Og svo dettur okkur í huga að leiðin út úr ógöngunum sé að verða sjálfstæð. Og þá þurfum við náttúrulega að bjaga alls konar breytur og við þurfum að skrifa söguna og hugsa málin okkur í hag eins og allar þjóðir þurfa að gera í aðdraganda fullveldisbaráttu, ekki satt. Og það verður til ákveðin söguskilningur sem svona áróðurs samstöðuskilningur. Eigum við ekki eftir núna þegar það fyrir 80 ár síðan við urðum lýðveldi, eigum við ekki svo eftir að vinda ofan af alls konar vitleysu sem að Alltaf, söfnin mjög duglega þessu. Öll söfn, mörg söfn á Íslandi að minnstakosti að taka fyrir gífulega mikilvæg málefni. Það verður að taka fyrir akkúrat þessar hugmyndir söguna, hvað rétt og hvað rangt. Gífulega mikilvæg umræða. Mér finnst spurningin, voru við víkingar vera mjög mikilvæg? Mér finnst það. Mér finnst frábært að söfn séu að hugleiða það. Ég vil að söfn séu ósammála. Þannig að við getum farið á mismunandi söfn og fengið mismunandi svör og hugsa gagnrýnið það. Það það sem söfnin eiga að vera að gera. Að við getum farið inn á söfn og hugleitt, erum við að taka fyrir þrælkun á Íslandi? Hvernig sem hún hefur litið út í gegnum árin. Erum við að taka fyrir rasisma eða kvenhatur eða hvað nú erum við að taka allar þessar mikilvægu umræður okkur sem þjóð, erum við að taka þetta fyrir og söfnin eru oft mjög dugleg við að taka fyrir þessu umræðuefni og gera þeim einhvers konar skil. Og það það sem ég vil að svolítið að söfnin geri. Ég vil frekar vera að þau séu með ólíkar hluti út frá kannski, ég vil að söfnin viti hver þau eru. Ég vil að þau hafi beri ábyrgð á sinni sögu, sínum safnkosti og séu óhrædd við að stíga inn í samtímann og segja, hér það sem við vitum, hér það sem við hugsum og hvað nú? Hvernig ætlum við að breyta hugafarinu? Komin tími á endurskoða ákveðna hluti
taka ákveðna hluti fyrir betur og skýrara. Já. Söfn getur verið frábær staður fyrir þessar lýðræðisumræður og eru það stundum. En hvaða ráðleikur mér sko í kvöld þá segjum að ég hafi verið boðaður til þess að flytja lítið erindi eitthvað, einhvers staðar 20-30 manna sellu. Má ég droppa orðinu víkingur og þá hvernig sko bara af því að mér finnst þetta ekki alveg einfalt? Nei, þetta er nefnilega svolítið flókið og ég er raun og verið eins og ég segi, ég vil ekki taka afstöðu með og á móti af því það fer eftir við hvernig þú talar og ég vil frekar eiga samtalið. Já. Ég er rosa ánægð með það að við séum að minnast á þetta orð opinberlega og segja víkingur. Og ekki Heiðar. Já, einmitt, nákvæmlega. Ég vil að við stoppum og segjum hvert erum við að fara? Já. Hvernig komumst við hingað? Já. Hvernig leiddu umræðan inn í þetta? Já. Og hvað þýðir þetta fyrir okkur? Þannig að notaðu orðið, óhikað og ef þú færið einhvern sem að segir þetta er bara algjör þvæla, við erum ekki víkingar það svo eru frábært, af hverju ekki? Tölum aðeins það. Já, við eigum eftir að gera betur upp þetta hugtak þetta. Já, maður leiðist svolítið áfram, það er líka eðlilegt maður leiðist áfram af því umhverfið sem er í kringum hann og það finnst mér líka vera eðlilegt og öll söfn fylgja eftir samfélaginu þannig að það er ekkert óeðlilegt það að víkingar séu aðeins komnir inn í markaðssetningu safna til dæmis þjóðminjasafnsins svo er fræðslan allt annar handleikur fræðslan hefur allt annað kannski hlutverk á sömu leyti heldur en sjálf sýningin sýningin endurspeglar safnkostinn og fræðslan er að reyna að tala við fólk og reyna að vekja áhuga fólks. Hvað heitir bókin þín? Hún heitir The Performance of Viking Identity in Museums. Stórt heiti. Hver gefur út? Routledge. Já, hann er alltaf topp útgefandi. Já, frábær útgefandi, rosalega gott að vinna með þeim, mjög viðamikil yfirferð á bókinni og það hjálpaði í þessu ferli. Að reyna að finna út af því hvernig þú tekur saman svona mörg lönd og mörg söfn í 100.000 orðum. Það er ekki auðvelt eldur. Það var svo mikið sem ég vildi segja, já, sirka. Já. Það var svo mikið sem ég vildi segja og það var margt sem ég þurfti að sleppa sem var mjög erfitt. Já. En maður verður að gera það til þess að gefa ákveðnu umræðu meira rými. Ég vildi geta tekið fyrir dæmis umræðan útrásavíkinga. Ég vildi geta tekið fyrir Brexit sem var rætt við á Yorkshire-safninu að safngestir fóru að sjá víkingasýningu og fóru að hugsa Brexit. Mér finnst það að vera óbúslega merkileg tenging. Þannig ég kannski leyfi ákveðnu umræðum að vera ríkjandi og þar að leiðandi að sleppa öðrum sem eru engu að síður mikilvægar en komað svo í síðari bókum. Ég er viss það. Og svo er útgáfu viðburður náttúrulega í kvöld og ég er mjög spennt að sjá hvernig viðburðum verða við bókinni þá. Já. Það er í samstarfi við höfuðborgardeild Norræna félagsins og safnafræðin og við verðum á Norrænahúsinu. Það verður glíma, það verður tónlist. Já. Það verður að spyrja hvert annað eigum við að nota orðið víkingur á söfnum. Já. Og það er umræða sem að fer í gang þar í kvöld og ég er gífurlega spennt að sjá hvað viðburðum verða við því. Þegar segir sko þar verður glíma. Já. Það er einmitt sko ég ólst upp í Mývatnssveit og þar var mikið lagt upp úr glímu. Ertu að segja mér að þú kunni glímu? Já. Ætlarðu þá að taka nokkuð glímubrögð við Reyni í kvöld? Hvað er Reynir það? Hann er á glímudeild KR. Já. Þarf að taka nokkra garpa með sér. Ég er ekki viss að ég geri áhorfendur þann greiða að stíga þarna frá sem skemmti að það myndi vera frábært PR fyrir mig. Já, en ég man það að ég elst upp í svona umhverfi sem að er það sem víkingur er jákvætt hugtak. Já. Glíman er allt þetta gamla þjóðlega forna því er haldið mjög á lofti. Já. Og síðan hefur maður farið í gegnum ótal mörg einhvern veginn skeið og orðið víkingur verið svolítið svona gengið allt það má eiginlega segja að það hafi verið á einhverjum tímapunkti hafi bara verið gengið á milli bols og höfuðs á því hugtæki eins og ég hef upplifað þetta þannig að þetta er allt saman pínu ruglingslegt. Þetta er ruglingslegt, ég er rosa ánægð með að skuli segja þetta af því að mér finnst það líka ruglingslegt og ég er búin að vera að rannsaka þetta yfir 10 ár. Já.
En ég svo ánægð með það að við séum að tala saman þetta. Já, einmitt. Ekki bara þetta rangt eða þetta rétt, heldur að huglega af hverju þetta rangt og af hverju þetta rétt. Já. Það það sem ég spennt fyrir. Og notabenni glíman, mér finnst hún ofboðslega skemmtileg. Já. Ég veit ekki hversu mikið fólk þekkir glímu almennt, en ekki svolítið tími til þess að leyfa henni að rísa herra sem kannski okkar svona íþrótta víkinga arfleifð. Já, þótt ekki væri nema bara líka sko hvað brögðin eru, hvað heita skemmtilegum heitum. Hælkrókur, klofbragð, sniðglíma. Þetta hræðilega spennandi. Þetta mjög spennandi. Já, þess vegna valdi ég glímuna. Já. Það fannst vera gaman að blanda henni inn í umræðuna og segja, eru þetta víkingar? Já. Eru þeir eitthvað allt annað? Já. En til hamingju með útgáfu bókarinnar. Þetta er stórvirki, heyri ég. Og gaman að allt sem tekur líka svona langan tíma, það hlýtur að vera svona, er ekki blendnar tilfinningar í brjósti? Jú, þessi rannsókn skiptir mig gífurlega miklu máli. Já. Ekki síst af því ég er Íslendingur og skrifa íslenskt þjóðerni og sögu og söfn. Ég er að skrifa mig kannski svolítið frá því líka, eins og maður gerir, ekki satt? Hvort sem maður er fræðimaður eða rithöfundur eða hvað það er, maður er alltaf að hugsa hlutin út frá sjálfum sér og maður reynir náttúrulega að fjarlægast það líka, sko. Þannig að það er gífurlega, ég er rannsókn sem ég er mjög væntum og ég sé fram á að halda henni áfram einhverjum hætti því að reyna að skilja hvernig fólk hugsar og af hverju og hvað skiptir okkur máli. Það er eitthvað sem að mér finnst þurfa þess virði að skoða. En á sama tíma þá er ég ofboðslega fegin að hún er búin. Já. Af því hún tók svo langa tíma. Og það eru svo margar aðrar rannsóknir varðandi söfn sem að ég er spennt fyrir að halda áfram með. Já. Og ég veit að þitt böl þegar þú skrifar 100.000 orð í fræðitexta. Þú ert ekki mikið að skrifa út í loftið, það þarf að binda þetta allt saman með fræðimennsku heimildum og öllu. Já, það er annarkvert orðvísa í heimildir, ekki síst til að enginn verði móðgaður. Nei, ég veit. Og að fólk geti haldið áfram og skoða þessa þræði lengra heldur en ég get gert. Ég veit. Og svo er maður alltaf með samanskapita því að sko viðtölin sem ég tók við starfsfólk safna voru svo stórkostleg og svo rík af efni og það er svo mikill áhugi meðal safnamanna að gera hlutina vel og það var rosa erfitt að hafa ekki pláss í að nota þau ennþá meira og leyfa þeim að tala ennþá meira heldur en ég gerði og það er að því að fræðin krefjast þess að ég skoði líka fræðibækurnar á bakvið. Já. Þannig að ég á eftir að þurfa að vinna meira með þessu gögn. Þetta eru fleiri klukktímar af viðtölum. Já. Þannig ég á eftir að gera meira við þau. En til hamingju. Takk fyrir. Og takk fyrir komuna. Takk fyrir að hafa mig. Segir Guðrún Dröfn Whitehead. En rauðaborðið verður þá ekki lengra hjá okkur í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum samveruna og minnum á hnappinn sem er á vefsíðu samstöðurinnar samstöðin.is sem merktur er áskrift. Þar geta þeir sem njóta þess að fylgjast með okkar dagskrá frítt, þeir geta lagt okkur lið með því að styrkja okkur hóflegt mánaðarframlag 2.500 krónur og við höfum líka bara minna á það að við erum í útvarpinu 89,1 margir sem að hlusta á okkur. Við erum á símanum og við erum á hlaðvarpsveitum og það er víða til samstöðarinnar vitnað eins og við höfum orðið vitni að síðustu sólarhringa. En takk fyrir samveruna í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.